Velkomin. Takk fyrir flott erindi, Haldur og Sverrir. Þetta rammar svolítið inn hvað við erum að gera hérna á Íslandi núna. Þessi stafræna bylting, eins og ég kalla hana hér, stafræna umbreyting, en það alveg kýrskýrt að íslenska ríkið og íslenskur almenningur á fleygiferð inn í stafræna tíma og maður bara að sjá ávinningi núna með þessum kerfum sem eru heldur betur byrjuð að spara manni sporin og gaman að heyra hvað þeir uppi hjá stafrænu Íslandi og andra og þeim að gera. Ég ætla að taka nokkrar mínútur í að ræða í rauninni okkar aðkomu að þessu, hvernig verjum við þessa stafrænu byltingu? Jú, stafræn bylting byggir á upplýsingatæknikerfum og það alveg lykilatriði og eiginlega ein af forsendum þess að það sé hægt að gera þetta yfir höfuð, að tryggja það að kerfin séu varin og í lagi. Og það gert með öflugu eftirliti, bæði þeirra sem eiga og reka kerfin, samstarfi einkamarkaðarins og hins opinbera og svo með öflugri viðbragðsteymum sem í rauninni svo anginn sem ég í forsvari fyrir, allavega hvað þau opinbera verðar, að bregðast við atvikum þegar þau gerast og lósa menn í réttar áttir. Virkar ít á bil eða? Já, þetta var ég ít á einhver taka hérna. Það var hérna. Ég heiti sem sagt Guðmundur Árni Sigmundsson og sviðsstjóri SRTís og búinn að vera í þessu starfi núna í 1,5 ár að reyna að byggja upp þessa sveit og mér finnst bara að ganga nokkuð vel. Við erum á fleygiferð og ég ætla bara að tala um þessa glæru næsta korteri. Þetta nú við. Þetta var komið hérna. Svona, flott. Innleiðing á NIS-löggjöfinni, og veit ekki hversu vel inn í því, í rauninni varðar svolítið veginn. NIS-löggjöfin innleidd á 1. september 2020 og setur ákveðin svona upphafspunkt hvað okkur varðar allavega hið opinbera með því að skilgreina hvað eru mikilvægir innviðir. Mikilvægir innviðir upplýsingakerfa ná allt frá samgöngum til orku, til fjarskipta, til fjármála og alveg inn í heilbrigðiskerfin. Og það búið að skilgreina stofnanir og félög og fyrirtæki sem eru talin mikilvæg. Það okkar þjónustuhópur. Og við erum að aðstoða þennan hóp við samræmingu og samhæfingu atvika meðhöndlunar og einnig við að undirbúa æfingar og svo framvegis. Og það þörf á því að við erum að sjá, og sáum bara að þetta kom fram í ársskýrslunni okkar sem við gáum út í sumar, 2 til 3-földun í öllum gerðum atvika sem komu upp í íslenska netumdæminu á milli ára. Og það kemur ofan í 150% vöxt árið þar á undan. Þannig að það mikill vöxtur í atvikum og tilraunum til atvika og við merkjum það á öllum vígstöðum. Bara örstutt skipulag SRTís, þetta svolítið blurry þessi mynd, en það búið að koma okkur fyrir sem stjórnskipulegri einingu í okkar eigin sílói undir fjarskiptastofu. Og ég að benda á þetta því að við erum með þennan eldvegg gagnvart nýrri deild líka sem heitir stafrænt öryggi, kollegar okkar í fjarskiptastofu sem að sinna í rauninni eftirlitshlutverki, meira bara tölum á mannamáli, þau að reyna að fyrirbyggja að alvarleg atvik komi upp hjá mikilvægum innviðum, meðan við erum að koma og hjálpa þegar að gerist. Hins vegar það sem kemur inn á okkar borð geta verið viðkvæm og alvarlegar upplýsingar sem fylgja því eða þeim atvikum og það má ekkert flæða það yfir til eftirlitsstjórnvaldsins. Þannig að þessi eldveggur hann mikilvægur. Þarna erum við staðsett. Og NIS-löggjöfin veitti okkur í rauninni nýtt hlutverk, eða hlutverk SRTís var víkkað og endurskilgreint. Við hættum að vera eingöngu til þess að styðja við bakið á fjarskiptainnviðum eingöngu og förum að styðja við alla mikilvæga innviði og stjórnsýsluna, það stafsetningarvilla þarna. Og okkar hlutverk að samhæfa viðbrögð vegna atvika og veikleika hjá þessum mikilvægum innviðum annars vegar. Og þetta það sem við flokkum undir atvika meðhöndlunar hlutverk okkar. Og síðan höfum við annað stórt hlutverk og það að viðhalda ákveðinni ástandsvitund netöryggismála í íslenska netumdæminu og það gerum við með því að safna gögnum atvik og úrvinnslu þeirra og greina þau og reyna að gefa þau út þannig að sé eitthvað virði til umdæmisins aftur eins og til dæmis með áskýrslu eða sérhæfðari skýrslum inn í hvert og eitt svið mikilvægra innviða. Þessir þjónustuhópar okkar sem við erum að sinna, við erum náttúrulega að vinna mikið á móti ráðuneytunum og
stjórnsýslunni. Við höfum þessa mikilvæga innviði skilgreinda, fjarskiptafyrirtæki. Við höfum input í þjóðaröryggisráð og mjög virt hlutverk í netöryggisráði. Við erum í góðu samstarfi við CERT-teymi erlendis og þá sérstaklega í Norður-Evrópu og Skandinavíu. Og svo í samráði við, í góðu samstarfi við utanríkisráðuneyti, ríkislögreglustjóra og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, en það einmitt lögreglan sem fer fram með, eða fer í rauninni fyrir rannsóknum. Við sjáum ekki um rannsóknir. Það það sem lögreglan sér um. Við erum björgunarsveitin. Til þess að ná utanum að þjónusta þessa hópa, þá höfum við sett á formlega sviðshópa mikilvægra innviða. Við settum, fyrsti hópurinn fór eiginlega í loftið rétt fyrir áramótin 2021-2022 og síðan gangsettum við, það var fjármálahópurinn, síðan gangsettum við fjarskiptasviðshópinn og orkusviðshópinn á þessu ári og við ætlum okkur að ljúka gangsetningu þá samskipta, heilbrigðis og umhverfis innviða á þessu ári. Það sem að sviðshópar gera að þeir eru vettvangur hlutaðila, oft tæknimanna eða öryggistjóra frá öllum þeim félögum sem að tilheyra hverju sviði til þess að eiga bein samskipti varða netöryggismál. Í atvikum og til þess að fyrirbyggja atvik og til þess að ræða ógnir og þetta smá flókið af því að mjög oft, eiginlega oftar en ekki, eru þessi sömu félög í beinni samkeppni við hvort annað og það þarf í rauninni þá að ganga þennan þrönga stíg að ræða alvarleg máli varða netöryggi en þó þannig að það má aldrei fara að ræða samkeppnismál og það hefur gengið vel og við erum að sjá reynsluna af þessum hópum bara skila sér gífurlega vel tilbaka. Við erum að sjá bara traust innan hvers geira að vaxa, menn eru að treysta hver öðrum í atvikamiðlun og greiningu. Atvik sem kemur upp hjá einum, það í rauninni beint flæði í gegnum svona samhæfingarás sem við erum með á netinu, við notum bara Teams í það það sem flestir þekkja til þess að deila upplýsingum atviki, þannig að aðrir geta skoðað hvort sambærilegt atvik sé eiga sér stað hjá þeim og þetta bara hefur sannað sig í stærri atvikum oftar en einu sinni og oftar en tvisvar á þessu eina ári sem þetta búið að vera að keyra og með bara dramatísku betri viðbragðstíma. Við erum að tala jafnvel nokkrir klukkutímar fer niður í að vera nokkrar mínútur í að bregðast við atvikinu á fullnægjandi hraða. Svo hægt að tengja saman þessa sviðshópa þegar atvik kemur upp sem að þess eðlis að kannski þarf að kalla saman fjarskiptainnviði og fjármálainnviði eða tæknimenn beggja þessara aðila og þetta bara virkilega góð reynsla af þessu sviðshópum okkar. Síðan höfum við skilgreint hlutverk gagnvart almannavörnum og ég og Sverrir erum greinilega hrifnir á svona grískum súlum. Já, það ekki. Við erum í sérstökum klúbbi sem við tölum ekki meira hér. Það hafa allir skilgreint hlutverk í atvikamiðlun og það reyndi á þetta samstarf okkar. Það sem Ísland hefur gert vel og tekið eftir í útlöndum, það bara sönn saga, að við höfum skrifað viðbragðsáætlun vegna netvár inn í almannavarnakerfið okkar sem að erlendis bara Civil Protection Program. Þetta hafa ekkert margir gert og þar eru stigin fyrir mismunandi alvarleika netatvika skilgreind. Við erum með óvissustig, hættustig og neyðarstig og við höfum virkjað þetta einu sinni þegar að Log4j veikleikinn varð opinber í desember síðastliðnum. Þá settum við á óvissustig vegna netvár í fyrsta skipti í sögu Íslands og þá bara skrifa í þessa áætlun hver á að gera hvað, hvers ætlast til eða hvers vænst af hinum og þessum aðilum. Ríkislögreglustjóri, hann á að sjá þessa hluti ef það óvissustig og þessa hluti ef það hættustig. Við höfum að gera eitthvað sambærilegt og svo eiga rekstraraðilar mikilvægar innviða að sinna ákveðnu hlutverki miðað við mismunandi stig. Log4j var fyrsta skipti sem við keyrðum þetta og ég ætla bara að segja það alveg hreint út að við lærðum fullt á því. Það var fullt af atvikum sem komu upp þar sem við hugsuðum, þetta hefði nú kannski mátt fara betur eða þetta mætti vera skýrara.
Og nú liggur fyrir að við erum að í rauninu uppfara þessa áætlun og hún verður gefin út aftur þegar þeirri vinnu lokið og verður dreift til öryggisstjóra mikilvægra innviða. Þannig að menn viti nú hvað að gera þegar að OF þetta verður sett á aftur, mismunandi stig. En þetta eitt af svona því sem virkilega sterkt hjá okkur, að við kunnum þetta, við kunnum almannavarnir. Við kunnum að setja vélinn í gang ef það verður eitthvað vá. En það ekki lengur bara óveður eða eldgos, það líka verið að ráðast á okkar innviði. Og mér langaði að taka síðustu mínúturnar aðeins til þess að ræða þróun netglæpa, af því að við erum í þessari stafrænu byltingu og netglæpamenn eru í minna mæli að reyna að ráðast á ytri varnir upplýsingatæknikerfa, þessa eldveiki og innbrotavarnir og allan þennan búnað sem kostar þessa $milljónir og bara að skila sínu. Við erum að sjá tölfræði upp á það að milli 87 til 93% tilrauna til árása eru á mannlega þáttinn. Það verið að reyna að framkvæma hnitmiðaðar árásir á einstaklinga á bakvið kerfin til þess að opna hurðina og hleypa okkur bara inn af því að varnirnar eru svo sterkar. Og það 87 til 93% liggur bara í þessu af því að þetta auðvelda leiðin inn, hin erfið. Og þróun netglæpa og það sem við erum að sjá í þessa átt. Það verið að reyna að taka það sem við þekkjum sem þessa, Nígeríu póstarnir, dauði frændinn í Nígeríu sem á alla þessa milljarða sem við eigum að erfa og þróa það yfir eitthvað sem miklu trúverðugra og líklegra til þess að fólk fellur fyrir. Og það bara orðið mjög auðvelt að falla fyrir svona hnitmiðuðum árásum. Og ég hef svo sem sýnt þessa glæru á öðrum stað. Þessi andlit eiga öll það sameiginlegt að þau eru ekki til, sem að gerir mér kleift einmitt að nota þau á þess að brjóta persónuverndarlög. Þau eru öll búin til af þessari vefsíðu hér sem heitir thispersondoesnotexist.com. Í hvert skipti sem þið refreshið þessa síðu kemur nýtt andlit, tím búinn. Ég ítti á 12 mínútur. Ok, ég fæ 2 viðbót. Það strangur tímavörur hér. Hvert skipti sem þið refreshið þessa síðu kemur nýtt andlit, tekur 1 sekúndu, stundum klikkar hún og það mjög fyndið, en oftast þetta mjög trúverðugt andlit og þetta notað til þess að búa til akkánta. Þetta ekki Tom Cruise, þetta orðið frægt í dag, þetta mjög líkt honum og ég að sýna ykkur þetta af því að gervigreind og mynd- og hljóðvinnsla ásamt ósynt aðferðafræði sem ég ætla að hlaupa þá hraðferði gegnum núna. Ósynt rauninni bara söfnun opinberra upplýsinga, opinberra í þeirri meiningu að þau liggja bara út á internetinu. Þetta ekki eitthvað sem hið opinberra á. Það ekki ólöglegt að safna þessum upplýsingum en með því að setja bara smá vinnu í að leita á netinu hægt að fá upplýsingar einstaklinga og þetta notað í svindlherferðum. Við fengum dæmi daginn sem að mér fannst svolítið skemmtilegt. Ég var á ráðstefnu og það kom kaffipása og prófessorinn sem var að gefa okkur pásus hendi þessari mynd upp á skjá og sagði hver konan með hattinn, hvað heita vinkonurinnar og hvenær var myndin tekin og af hvaða tilefni. Og það fór náttúrulega enginn í kaffi. Við fórum, ég og félagi minn, við fórum bara að tókum mynd af myndinni og settum hann inn í image Google search og þar kom upp eitthvað á ítölsku og þetta var ítölsku prófessor og áður en við vissi var ég búinn að follow hana á Instagram, hún græddi það á þessu og við fundum myndina og þar fundum við einhverja posta og eitt leitt af öðru og við fundum einhverja ítalska grein sem við gátum hent í Google Translate og þá sáum við söguna á baku þessa miklu skemmtilegu ferð hjá þeim, greiði stelpurnar, fullur salur af einhverjum norrænum njósnurum að pæli þeim, hafi ekki hugmynd það Og 7 mínútum seinna, þetta hún Tesma Sasa með Paolo Turani og Kama Hoki og Giulina Valentina, ég kann ekki að bera þetta fram. Þær voru þarna 27. febrúar 2021 í COVID, náðu loksins saman í hádegismat á Lombardi veitingahúsinu sem bara opið í hádeginu. Þetta, ef ég væri að framkvæma netglæp, gæti ég nýtt mér. Það miklu auðveldara að senda henni post, nota gervigreind og þykjast vera hinn eða þessi aðili og segja já, heyrðu, ég var nú með þér í Lombardi, nýta þessar upplýsingar sem liggja út á internetinu til þess að fara í hnitmiðaða árás.
og það miklu líklegra að falla fyrir því. Og þetta það sem við erum að fara að sjá. Og þetta það sem við þurfum að fara í EDIH, að educata, að fræða almenning, stofnanir og fyrirtæki hvernig á að bregðast við þessu. Því að ef þetta nýtt á fólkið, þá verður það bara þannig að allar þessar rándýru varnir, ytri varnir kerfa munu ekki vera til neins. Hnitmiðari og sterkari varnir fyrir ytri og nú verið að fara að sparka mér hérna og ég þakka bara fyrir mig. Takk. Og ástæðan fyrir ég svona strangur að nákvæmlega þegar klukkan ekki 16:30 þá verður verðlaunaafhending hér viðurkenning þannig þá verður það að vera búin þannig að fá allir saman tíma. Spurningin, þá kom spurningin, það kom reynda tvær en önnur var hver stærsta ógnin við netöryggi og var þetta svarið? Hún einstaklingur. Einstaklingar sem láta blekkjast. Það stærsta ógnin við netöryggi? Tvíþætt. Fyrir almenning þá stærsta ógnin þessi gerjun í að fara yfir í svona hnitmiðar árásir og síðan önnur stór ógn sem í rauninni svona þá erum við að tala að sé svona stærri hópar sem að fylgja ákveðnum svona málstað, kannski ekki beint erlend ríki eða þannig en hópar hliðhollir einhver svona málstað sem að hafa miklu meira bolmagn og slagkraft til þess að fylgja eftir alvarlegri árásum. Það helst ógnin í mínum huga. Okay. Við þurfum öll að vera verði. Takk fyrir það. Takk fyrir.